til að kveikja á upptökunni. Já, sé það komið. Herri, þá bara býð ég ykkur velkomin á þennan rafræna kynningafund fyrir umsækjendur í uppbyggingarsjóð. Við ætlum bara að rúlla hérna á stað. Sjá. Vonandi sjá allir að sjá glærurnar hjá mér. Það sem við kannski fara fyrst aðeins yfir, það er bara þessi lykilatriði í umsóknarskrifum. Og þó það sé andstætt kannski okkur sem Íslendingum, þá hvetjum við samt okkur eindregið til að hefja ferli tímalega. Ekki bíða með þetta fram á síðustu stundu. Það er ekki gott fyrir neitt. Líka að fylla inn alla reiti umsóknareyðublaðsins og sérstaklega kannski ekki vera að vísa mikið í fylgiskjöl eða annað. Koma upplýsingunum öllum á framfæri innan eyðublaðsins. Verið raunsæ og nákvæm. Úthlutunarnefndin er þaulreynd og þekkir ýmislegt, þannig að það er að gera að þau eru fljót að sjá ef þetta er óraunsætt. Sýna fram á trúverðugleika og raunhæfi verkefnisins. Vera hnitmiðuð og skilmerkileg í útskýringum og setja fram raunhæf og styrkhæfa kostnaðarliði. Og nefndin, eins og ég segi, hún les margar umsóknir og hún er mjög fljót að sjá það ef að kostnaðaráætlun er ekki raunhæf. Það sem þau líka biðja ykkur að gera er að undirstrika nýnæmið og sérstöðu verkefnisins. Og svo bara endilega að biðja hjálp. Það er þetta að fá bara vini og vandamenn til að lesa yfir fyrir sig, en jafnframt starfsfólk SSNE bara ekkert mál að fá okkur til þess að veita ráðgjöf og við erum með starfsstöðvar víða og það er hægt að hafa samband við okkur í tölvupósti eða fá Teams fundi eða hvað sem er. Aðeins varðandi uppbyggingarsjóðinn. Uppbyggingarsjóðurinn er fjármagnaður úr sóknaráætlun svæðisins og uppbyggingarsjóður er hugsað þannig að hann eigi að færa okkur nær þeirri framtíðarsýn og þeim markmiðum sem eru sett í sóknaráætlun landsins. Styrkirnir eru veittir þrenns konar styrkir. Það eru verkefnastyrkir á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar, verkefnastyrkir á sviði menningar og stofn- og rekstrarstyrkir á sviði menningar. Þau sem hafa kannski áður sótt í sjóðinn eða hafa skoðað þetta áður hafa tekið eftir við stundum verið með sérstakar áherslur í tengslu við úthlutunina. Það er engin sérstök áhersla vegna úthlutunar fyrir næsta ár, en sóknaráætlun mun fá aukið vægi. Þannig að markmið sóknaráætlunar þau skipta mun meira máli í ár en þau hafa gert áður. Þannig að hvað þarf til að hugmyndin verði möguleika á fjármögnun? Og það er svolítið þetta. Númer 1, að skoða sóknaráætlun Norðurlands eystra, skoða þau markmið sem eru sett þar og sjá hvernig verkefni sem þú hefur í huga, hvort það sé styrkhæft, hvort að það hendi þar inn. Kynna sér úthlutunarreglunar, sjá hvað það er sem er styrkhæft, hvað er ekki styrkhæft. Skoða matsblaðið eða matsblöðin, þau eru mismunandi eftir fyrir hvernig verkefni verður að sækja um. Og svo getur líka verið gott að skoða fyrri úthlutanir og bara aðeins að sjá hvernig verkefni hafa verið að fá styrk og einmitt upphæðir og annað. Uppbyggingarsjóður Norðurlands eystra er samkeppnissjóður. Það þýðir það að úthlutunarnefndin er skylt að taka tillit til samkeppnissjónarmiða við val á verkefnum. Hugmyndin er að styðja þá verkefni sem að skila einhverri nýrri afþreyingu, þjónustu eða vörin á svæðið og sé þá ekki í samkeppni við það sem er fyrir á svæðinu. Og þess vegna er svolítið lögð áhersla á þetta nýnæmi í matsblaðinu og í matsferlinu. Styrkir verða að falla sóknaráætlun Norðurlands eystra eins og ég kom inn á áðan og það er svolítið það er svona stærsti þátturinn í þessu. Og sjóðurinn styrkir jafnaði ekki nema 50% af heildarkostnaði verkefna. Og það er svona svolítið mikilvægt að hafa þetta í huga. Ég ætla að sýna ykkur hérna aðeins
í gildandi sóknaráætlun, þá má hérna sjá sem sagt markmið og aðgerðir sem eru í gildandi sóknaráætlun. Hér má sjá menningarkaflann og þetta eru þá markmiðin sem þið eru að reyna að tengja við verkefnið ykkar. Það er þarna til dæmis styðja við listsköpun og svo er þarna dæmi aðgerðir. Þannig að ef þið eru með listasmiðju á svæðinu, þá er það akkurat þarna inni. Nú hoppaði Klara mín, augnablik, ég ætla að fara tilbaka. Þannig að þið sjáu að þetta er það sem það skiptir mestu máli að tengja ykkur við. Við erum með sama hérna í atvinnuþróun og nýsköpun. Þá erum við með hérna þessi markmið sem eru sett í áætluninni og dæmi aðgerðir. Þannig að við erum til dæmis með hérna efla fjölbreytt atvinnulíf og stuðla að nýsköpun á öllu svæðinu. Og þá kannski er eitthvað verkefni sem þið eru með sem þið getið tengt við það atriði. Og það er mjög mikilvægt að taka það fram í umsóknareyðublöðunum. Það er bara ótrúlega oft sem við fáum til okkar verkefni, það sem kannski hafa ekki hlotið styrk, sem kannski uppfylla skilyrði sóknaráætlunar, en það var ekki tekið fram. Það er ekki hægt að ætlast þess að nefndin sé endilega með það, þið verðið að koma því á framfæri. Þetta er svo hérna hluti úr úthlutunarreglum sjóðsins. Þetta er svona kannski lagið allt sem er bannað. Þetta er hérna, það er mjög gott að hoppa í þessa 11. grein úthlutunarregluna og skoða svolítið þar. Þarna er í stórum dráttum það sem er ekki styrkhæft. Og þið sjá þarna, það er ekki veittir styrki til að fjárfesta í fyrirtækjum, í lóðum eða húsnæði, ekki beint í svona almennum skrifstofubúnaði, ekki aðföngum til framleiðslu sem er ætlað til sölu. Þannig að, og það er ekki veittir styrki til útgáfu, nema sérstæðan sé skýr og þá í tengslum við markmið sóknaráætlunar. Og eitt sem ég langar líka að flagga sérstaklega, það er hérna þessi 8. hluti, sá kostnaður sem fallið hefur fyrir lok umsóknarfrests vegna þess verkefni sem sóttum er ekki styrkhæfur. Þannig að ef það er eitthvað verkefni sem þið ætlið að sækja styrk fyrir núna, þá má ekki sá verkþáttur hefjast fyrir í fyrsta lagi 16. október á þessu ári. Þannig að þó að kannski verkefni í heild nái lengri tíma, þá má það sem þeir eru að sækja í sjóðinn ekki hefjast fyrir þennan tíma. Hérna má sjá matsblöðin. Þeir sem hafa sótt í fyrra þekkja þau, þetta eru smávægilegar breytingar sem hafa verið, en við vorum þá í fyrsta skipti með 2 ólík matsblöð. Þannig að bláa matsblaðið þarna er fyrir atvinnuþróun og nýsköpun og gula er fyrir menningarverkefni. Og þið sjá í rauninni eru fyrstu 5 liðirnir, þeir eru eins og svo eru liðir 6 og 7 ólíkir eftir því hvort sé að ræða atvinnuverkefni eða menningarverkefni. Mér langar jafnframt að flagga því að ég er nú þegar búin að koma töluvert inn á sóknaráætlun að þið sjáið það að 4. þátturinn í matsblaðinu eru markmið sóknaráætlunar og það gildir þarna 30%. Þannig að það er mikill þungi í sóknaráætlun inn í uppbyggingarsjóð. Heyrðu, hvar er allt þetta efni? Og hérna, það er númer 1, 2, 3, það er öll stóðgögn, allt sem þurfið, úthlutunarreglurnar, matsblöðin, umsóknareyðublaðið á Word-formati, það er allt inn á heimasíðu SSNE. Og þið sjáu þarna, ég gulmerkti meira að segja þar sem uppbyggingarsjóður og ef þið smellið þar á, þar finnið þið allt þetta efni í svona gardínum. Og þar að geta skoðað og fundið öll þau gögn sem þið þurfið. Þá er það kannski umsóknargáttin.
Hann einnig hægt að nálgast. Þeir eru búin að fara inn á heimasíðuna okkar og þarna undir uppbyggingarsjóður. Þá sá ég gulmerkið þarna til hliðar, þarna hlekkur inn á umsóknargáttina. Umsóknargáttin töluvert langt frá því að vera fullkomin og hefur sannarlega verið að stríða okkur undanfarna daga. Við fengum nú skilaboð frá forritunum sem halda utan um umsóknargáttina bara áðan. Þeir telja að allt sé komið í lag. Við erum ekki alveg sannfærð, við erum ekki búin að ná að prófa alveg nógu mikið sjálf, en við vitum af þessu og það sem við viljum svolítið bara hvetja umsækjendur til að gera að inn á heimasíðunni okkar Word útgáfa af umsókninni og ég bara hveti ykkur til þess að skrifa inn í Word-skjalið umsóknar þar. Við erum líka með Excel af kostnaðaráætluninni sem hægt að fylla inn í, þannig að þið séð með allt efni, því við vitum að það hefur eitthvað verið að klikka, þannig að ef fólk lengi inn í umsóknargáttinni, þá hann að henda fólki út og það virðist vera happ og glappa hvort að gögnin hafi verið vistast eða ekki. Það er rosalega hvimleitt. Þannig að bara númer 1, notið Word-skjalið og svo bara vonum við öll innilega að þetta verði síðasta skipti sem við notum þessa umsóknargátt. Þannig að bara, já, við leggjumst á bænum það. En til að fara inn í umsóknargáttina þá þarf rafrýnsskilríki og það þarf að fara inn á skilríkjum þess sem að sækjum. Þannig að ef það er að sækjum fyrir eitthvað félag eða samtök að fara inn á þeirra skilríkjum. Inn í umsóknargáttinni, fyrir þau ykkur sem heppin að ná svo langt að hann hendir ykkur út, þá er svona stika þarna efst, það sem sýnir svolítið hvar þið eruð. Og eins og þetta það áttu að geta farið fram og tilbaka og þá á allt að vistast. En við erum alveg að sjá að það ekki alltaf að skila sér. En það gott að fara þarna inn og svona kannski svolítið skoða hvernig þetta Ég ætla nú ekki að fara yfir alla þættina inn í umsóknargáttinni, en ég ætla kannski aðeins að stikla á stóru og svona kannski benda á það sem hefur kannski helst verið að klikka hjá fólki. Og það var eins og ég sagði áðan, það númer 1, 2 og 3, nota rétta kennitölu. Ef þið eru að sækja verkefni fyrir hönd óstofnaðs félags, þá hægt að fá undan þá í samningsferlinu til þess að fara að gera þetta á eigin kennitölu. En annars erum við að spyrja fólk ef það hefur byrjað að setja eitthvað á persónulegu kennitöluna sína sem á að vera einhverju félagi, að fara tilbaka og byrja upp á nýtt. Því það er alveg stórmál að breyta þessu eftir á. Hér erum við inn í verk- og tímaáætluninni og hérna kemur aftur upphaf verkefnis að passa að þarna sé ekki verið að setja inn að verkþættirnir sem að snúa að þessari umsókn, að þeir séu ekki fyrir 16. október. Því það ekki styrkhæft. Og verkþættirnir sem þið setjið inn, þeir tala beint inn í kostnaðaráætlunina. Þannig að þið eru að setja verkþætti sem koma síðan aftur og þið getið tengt við inn í kostnaðaráætluninni og ég sýni ykkur það aðeins síðar. Þarna svolítið ólíkt. Það getur verið mismunandi eftir verkefnum og eftir umfangi verkefna hversu marga verkþætti þau eru að gera. Hér til dæmis bara mjög einfalt lítið verkefni sem gæti þá verið bara undirbúningur, framkvæmd og úrvinnsla. Svo erum við með stærri verkefni sem að þarf að brjóta niður. Það sem við viljum kannski svona benda ykkur á að þetta ekki einstaka verkefni. Þannig að það þarf ekki að brjóta það alveg svo langt niður, en bara þannig að þetta gefi svona góða heildarmynd af því af verkefninu. Og hérna kemur þá kostnaðaráætlunin. Og eins og ég sagði áðan, kostnaðaráætlun tengist beint inn í verkliðina.
Og þegar þið hafið fyllt út alla kostnaðarliði, þá kemur heildartala kostnaðar sem þarna græna örin. Og þetta kannski, hér eru kannski komin á þessari síðu, þar kannski fólk almennt að lenda svolítið í brasi, það erfitt að ná þessu saman. Þannig að við ætlum svona að taka hérna smá dæmi. Hérna ætlum við að skoða kostnaðaráætlun út frá þessum verkþáttum sem voru stofnaðir. Nú erum við komið með hérna glæsilega tónleikaferð Kaspers, Jespers og Jónatans. Og þið sjáu þarna hægt að velja, þá í rauninni eru verkþættirnir sem við gerðum áðan, tengjast þarna inni í kostnaðaráætlunina. Þannig að æfingatíminn fer á undirbúning, leiga á sal og akstur fer á framkvæmd, en þá kemur kannski svona smá þarna auglýsingar, kannski ætti að vera á einhverju öðru og þá þurfum við þá að fara tilbaka aftur í verkþættina til þess að búa kannski til nýjan verkþátt, þannig að þetta tali almennilega saman. Og svo svona höldum við áfram, þegar búið að fylla út í alla þessa þætti, þá kemur þessi heildarkostnaður. Og þessi tónleikaherferð þeirra kostar sem sagt 1.005.200. Og þá sjáum við strax hérna að þá erum við komin í fjármögnunina. Og kerfið segir okkur strax að ef að verkefnið metið á 1.000.000 og einhverja þúsundkalla, þá það 50% af styrknum sem hámarksstyrkur, sem þarna 502.600. Og þarna erum við aðeins að skoða, við þurfum svolítið að horfa, já, þetta verkefni í rauninni ekki full fjármagnað. Að þið sjáu þarna að við erum bara með fjármögnun upp á 90%. Þannig að kerfið alltaf, þó þetta geti virst flókið þegar maður að vinna í þessu, það alltaf að aðstoða okkur að ná þessu sem réttustu. Og þannig, ok, við erum í brasi, það verkefni ekki full fjármagnað. Og þá þurfum við aðeins að horfa, við þurfum þá annað að fækka kostnaðarliðum, lækka kostnaðarliði eða bæta við einhverju fjármögnun. Og þarna inn í fjármögnuninni var aðgangseyrir upp á 100.000, en við gleymdum að setja þarna styrk. Við ætlum að sækja styrk hjá KEA. Við erum reyndar ekki búin að fá hann, þannig að hann ennþá merkjum hann sem óstaðfestan. En við gleymdum að setja hann inn, þannig að við bætum honum inn. Og svo erum við með eigið framlag sem getur þá bara verið okkar vinna eða peningar sem við setjum inn í verkefnið. Og þá allt í einu erum við komin í það, pika sínum megin að nú virðist verkefnið vera offjármagnað. Þannig að þá getur úthlutunarnefndin, til dæmis í þessu til dæmi, horft og sagt, já, heyrðu, þau þurfu ekki svona háan styrk, þetta nú þegar fjármagnað. Þannig að við þurfum svolítið að horfa að ná þessari tölu niður í 100. Þannig að þetta sé 100% fjármögnun. Og það sem við gerum til dæmis í þessu dæmi, þá horfum við svolítið á að því við erum að horfa á, við vitum að kostnaðurinn 1.502.000. Við erum aðgangseyrin upp á 100.000 og vonandi fáum við þennan styrk frá KEA upp á 200.000 og þá það þetta eigið framlag. Og það getum við svolítið notað til að móta og ná þessu sem réttast. Og þarna við vorum fyrir með eigið framlag, sem getur verið vinnutími eða eitthvað annað, 300.000. Þannig að þarna erum við svolítið að reikna okkur inn í að, ok, ef við fáum þennan styrk frá KEA, þá þarf eigið framlagið ekki að vera nema 205.200. Og þegar við erum búin að lækka það úr 300.000 og niður í þetta, þá allt í einu verkefnið farið að mattsa. Þá erum við komið með 100% fjármögnun og við getum sótt þennan styrk upp á 500.000. Það auðvitað þannig að það oftur að setja inn óstaðfesta styrki og það getur breyst og við vitum öll að þetta bara áætlun. Þannig að
ef að þegar að úthlutun kemur, það ljóst að þið fenguð ekki einhvern styrk sem þið reiknuðu með og settu þarna inn eða eitthvað svoleiðis, þá þurfum við bara að fara yfir og skoða. Kannski einmitt er hægt að fá einhverja aðra fjármögnun, það er hægt að auka eigið framlag og koma svoleiðis aftur niður þannig að þetta stemma allt. Það sem mig langar kannski svona að lokum er að benda ykkur á, það er þetta. Úthlutunarnefndin er að lesa mikinn fjölda umsókna á stuttum tíma og þess vegna viljum við að umsækjendur séu að nota eyðublaðið og það er að fylla í alla reiti. Það er mjög letjandi þegar verið að vísa endalaust í skjöl í einhverjum fylgiskjölum. Og ég vil eiginlega bara pínu setja smá þumalputtareglu að ef þið þurfið ekki að setja inn einhver fylgiskjöl, að gera það ekki, þú veist. Reynið að koma öllum upplýsingunum fyrir í kerfinu og inn í umsóknargáttinni. Svo er það svolítið að tala skýrt og oft er það kannski verkefni sem að þið eru búin að vera með að velta fyrir ykkur í marga mánuði og maður getur þetta kannski gleymt sér svolítið í því að þegar maður fer síðan að útskýra og skrifa niður, það getur vantað kannski aðeins inn í til þess að nefndin fái alla myndina. Svo er það að greina vandlega frá ávinningi verkefnisins. Af því að þið geti ekki gefið ykkur að nefndin fatti eitthvað, að þetta sé svo gott að því að. Þið verðið að segja í umsókninni af hverju verkefnið sé svona frábært og hvað það sé sem gerir það að verkum að það þurfi að fá fjármögnun. Hitt er svo að setja fram raunhæfar kostnaðartölur, því eins og ég sagði áðan, nefndin er mjög vön, þau lesa mikið af umsóknum og eru búin að vera í þessu lengi, þau sjá alveg þegar það er verið að bulla. Og oft fæ maður svona gamla bankastjórafílinginn að þegar þið vantaði 1 milljón þá baðst 2. Við erum ekki að ráðleggja þannig. Við ráðleggjum fólki að setja upp raunhæfar kostnaðartölur því annars sér nefndin alveg í gegnum það. Og svo er þetta bara aftur að benda á alla jákvæðu þættina sem eru í umsókninni. Þannig að vera duglega að útskýra þetta. En sko, þá segir nú bara að minna á heimasíðan okkar, þar eru öll gögnin. Við munum líka setja glærurnar þessar inn og upptöku af þessum fyrirlestri. Þar er umsóknar eyðublað, þar eru úthlutunarreglin, matsskjölin og annað og svo veitir allt starfsfólk SSNE ráðgjöf í tengslu við uppbyggingarsjóð. Þannig að við erum með starfsfólk víða á starfssvæðinu og það er ekkert mál að leita til okkar og fá aðstoð. Þá segir nú kannski bara Ari hvort þú getur slökkt á upptökunni og við